Komið sæl og velkomin í Kastljós. Gervalt tilfinningaróf manneskjunnar undir í söngleiknum Stormi sem byggir á tónlist Unu Torfa. Við lítum inn á æfingu síðar í þættinum. Á laugardaginn alþjóðabaráttudagur kvenna. Heimsherferð UN Women hófst í byrjun vikunar og að þessu sinni áhersla lögð á bakslag í jafnréttisbaráttunni. Við ætlum að ræða þessi mál við Stellu Samúelsdóttur, framkvæmdastýru UN Women á Íslandi og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra á eftir. En við byrjum á öðru. Í dag ár liðið síðan lögregla fór í eina umfangsmestu aðgerð síðustu ára. Hún sneri að viðskiptaveldi víetnamska kaupsýslumannsins Quang Les. Rannsókn málsins stendur enn yfir og lítur meðal annars að mansali og peningaþvætti. Þennan örlagaríka dag fyrir ári voru á 3. tug Víetnama við störf hjá fyrirtækjum í hans eigu. Við tók mikil óvissa þar sem þau komu öll til landsins fyrir tilstilli atvinnurekanda síns. Þau hafa öll fengið nýtt starf en óvíst dvalarleyfi þeirra næstu mánuði. Ég settist niður með einni konu úr hópnum fyrir í vikunni. Tinti 36 ára og 2 barna móðir. Í dag starfar hún á Grand Hotel í Reykjavík. Margt hefur breyst í hennar lífi frá 5. mars í fyrra þegar hún mætti til vinnu á veitingastaðnum Pho Vietnamese restaurant á Suðurlandsbraut. Á þriðjudag þegar leið að hádegi virtist allt með kyrrum kjörum fyrir utan veitingastaðinn Pho á Suðurlandsbraut. En allt í einu birtist hópur fólk sem fór svo sem ekki mikið fyrir. En þetta markaði upphaf einhverjar stærstu lögreglu aðgerðar seinni ára. Tin bara ein af tugum starfsmanna Quang Les sem talin hafa sætt vinnu mansali. Hún hafði verið á Íslandi í rúmt ár þegar lögregla réðst til atlögu. Hún var hrædd í fyrstu. Fannst hún ein á báti og gat ekki treyst öðrum í hópnum af ótta við að einhverjir væru tengdar í Quang en þau litu út fyrir að vera. ASÍ, Vinnumálastofnun, Bjarkarhlíð og stjórnvöld gripu þó hópinn og hjálpuðu henni og öðrum að finna nýtt starf. Hún segir að lífið sé allt annað í dag. Công việc rất tốt, lương cũng ok, mọi người hòa đồng, quản lý rất là tốt, mọi người rất là tốt. Tôi ra ngoài như vậy tôi thấy rất là thoải mái, giờ giấc được nghỉ nhiều hơn, công việc làm cũng nhẹ nhàng hơn, lương cũng cao hơn. Và những cái lúc rảnh rỗi tôi thường ở nhà và đi lanh quanh một tí hoặc là ở nhà dọn nhà các kiểu. Tin talar að sleppa úr klóm Quangs þar sem hún vann alla daga og fekk helmingi lægri laun en hún fær í dag. Líkt og aðri starfsmenn hans greiddi hún honum fyrir að fá vinnuna á Íslandi og hann útvegaði henni atvinnuleyfi. Staða dvalarleyfis Tin og hinna þolendina í lausu lofti þar sem engin fordæmi fyrir slíkum málum hér á landi og þau eru öll með tímabundið leyfi sem rennur út á næstu mánuðum. Við höfum verið að kalla eftir svörum frá Útlendingastofnun og frá dómsmálaráðherra í rauninni hvað á að taka við en höfum ekki fengið svör varðandi það af því að þau eru ennþá hérna á grundvelli þess að vera sérfræðingar í matagerð sem þau eru ekki og eins og hefur komið fram og hefur verið sagt frá að atvinnurekandinn hafi í rauninni útvegað skírteini sem voru líklega fölsu þannig að þau eru ekki með sérfræði þekkinguna til þess að geta verið hérna pluss að þau eru ekki öll að vinna við þá sérfræði þekkingu, þau eru að vinna í alls konar störfum og þau þurfa að fá leyfi sem að leyfi þeim að vinna í alls konar störfum. Có, tôi rất thích đất nước này. Con người, tất cả mọi người đều rất là tốt, hòa đồng thân thiện. Tôi rất muốn được ở đây. Nếu như được chọn lựa lại tôi vẫn muốn sang bên đây, sống ở đây. Tôi muốn làm thật nhiều để đóng góp cùng với đất nước để phát triển càng lúc càng đẹp lên, càng tốt lên. Þau mál sem við höfum verið að sjá undanfarið þá þetta oft fólk sem að kemur til Íslands með það sjónarmið að vera til lengri tíma og við þurfum að taka það með inn í reikningin þegar við mótum dvalarleyfin og alla þessa umgjörð. Tin á 2 stráka, svo eldri 16 ára og kom til landsins í fyrrasumar. Hinn 8 ára. Đẹp dịch tiếp. Tôi còn một con trai ở Việt Nam. Tôi cũng rất muốn đưa con trai thứ hai của tôi sang bên đây sống vì tôi thấy cuộc sống này rất là tốt. Trẻ con phát triển rất là tốt, rất là ok. Já, ég myndi segja við erum á svona frekar krítískum tímapunkti í bæði þessu máli en líka bara í málaflokknum svona í víðara samhengi, þar að segja misneyting og mansali á vinnumarkaði. Vegna þess að þetta mál mun alltaf skapa fordæmi fyrir aðra og okkur finnst
náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við fjöllum þessa einstaklinga sem hóp því að þetta hópur sem að var í sömu eða sambærilegum aðstæðum. Þau hafa verið mislengi á landinu þegar aðgerðir lögreglu verða og við höfum kannski áhyggjur af því að ef það er ferið í einhverju svona einstaklingsbundnar lausnir fyrir hvern og einn að við náum ekki að grípa alla og það finnst okkur þetta óréttlátt og ekki ásættanleg niðurstaða ef að sumir fá leyfi til að dvelja áfram á Íslandi og aðrir ekki. Útlendingastofnun hefur boðað fólkið á fund hvert í sínu lagi. Leyfi einhverja þeirra rennur út í næsta mánuði. Rannsókn lögreglu stendur enn yfir og ákærur hafa ekki verið gefnar út. Kwang Le sat í gæsluvarðhaldi í 15 vikur, einnig kærasta hans og bróðir, en ekki var hægt að halda þeim lengur í varðhaldi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunu er þetta eitt stærsta mansalsmálið sem komið hefur upp á Íslandi og jafnvel á Norðurlöndunum. Farið var í yfir 20 húsleitir á aðgerðardeginum og lögregla hefur aflað tæplega 130 dómsúrskurða fyrir rannsókn málsins. Fjöldi brotaþola og vitna er tæplega 60. Í fyrsta lagi þarf að leysa mál þessa hóps, en svo þarf líka bara að útbúa aðgerðaáætlun, breyta dvalarleyfi mansalsþolenda vegna þess að við sem að kannski erum að fá þessi mál inn á borð til okkar og erum að fá þessa einstaklinga til okkar, þau eru að leita til okkar og við viljum geta brotið upp þessi mál og í rauninni vinna gegn þessari meinsemd á vinnumarkaði sem að misneyting og mansali er. Við þurfum betri tól í hendurnar. Við vitum bara að fyrir sem sagt önnur mál í framtíðinni skiptir öllu að við sýnum að við getum gripið þolendur. Tôi ở Việt Nam không còn một cái gì cả, tôi đã đánh đổi tất cả để đi sang bên này sinh sống và lập nghiệp. Giờ tôi mà về Việt Nam tôi sẽ không còn một cái chỗ nào để nương tựa, không có nhà để ở. Không có một cái gì cả. Nên tôi rất mong chính phủ và các cấp chính quyền ban ngành giúp đỡ chúng tôi, thương chúng tôi và cho chúng tôi được ở lại đây để sinh sống, phát triển. Og þessu tengt þá verður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra gestur Kastljóss á morgun. Við ætlum að ræða við hana aðgerðir stjórnvalda í mansalsmálum og önnur mál. En að öðru. Teiknir á lofti bakslagi í jafnréttismálum allan heim, þrátt fyrir sögulegar framfarir í réttindum kvenna og hinsegin fólks undanfarin ár. Raddir kvenna eru þaggaðar niður og ofbeldi gegn konum eykst. Bakslagið þemað í heimsherferð UN Women sem var ýtt úr vör í byrjun vikunar undir forystu UN Women á Íslandi, en alþjóðabaráttudagur kvenna á laugardaginn. Og hingað þær komnar Stella Samúelsdóttir, framkvæmdastýra UN Women á Íslandi og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum utanríkisráðherra og stjórnarkona í UN Women. Það kannski sumum sem þykir sérkennilegt að tala bakslag í jafnréttismálum, allavega hér á landi, þar sem að konur eru leiðandi í öllum helstum embættum landsins, bara forseti Íslands, forsætisráðherra og ég geti talið lengi áfram. Stella, ef við byrjum með þér, getum við ekki fagnað hversu langt við erum komin, eða bakslagsins að gæta hér líka? Jú, svo sannarlega Ísland kannski ljósið í myrkrinu þessa dagana, hvað við stöndum framalega í jafnréttismálum, það alveg hárrétt. En við erum samt ekki tilbúin að sætta okkur við að vera næstum því komin í mark. Við viljum ná í mark og við viljum tryggja raunverulegt jafnrétti fyrir alla hópa á Íslandi. Og það skiptir miklu máli. Við höfum talað það í mörg ár svo sem kvennahreyfingin almennt að það sé bakslag í jafnréttismálum á heimsvísu og við finnum alveg fyrir því hér líka. Við erum ekki eitthvað eyland þar sem við erum ósnortin fyrir því sem að gerast í umheiminum og ég held að við sem öll að sjá það í síðustu daga og vikur hvað að gerast og það hefur áhrif okkur líka hér. En svo sannarlega erum við ljósið í myrkrinu en við þurfum að halda áfram og það fagnaðarefni að konur gegni öllum þessum helstu embættum á Íslandi en það eru reyndar í fyrsta sinn í sögu okkar lands þannig að það ekki eitthvað sem við erum vön að sjá eða vitum hvað stendur lengi en við erum svo sem ekkert að telja þetta, við erum líka að hugsa rótgróin viðhorf í samfélaginu sem þarf að uppræta og breyta og laga. Við sjáum aukningu í kynbundnu ofbeldi á Íslandi. Í fyrra höfðu aldrei séð jafnmörg kvennamorð framin á landinu. Þetta allt hlutir sem við þurfum að hugsa til. Við erum líka að sjá aukningu í rannsóknir sína að stuðningur við kvenkyns stjórnendur almennt að dvína og það að gerast út allan heim og líka hér á Íslandi.
og það er sérstaklega hjá ungum karlmönnum sem er áhyggjuefni. Þannig að það eru ýmis teikn á lofti og við þurfum bara að vera vakandi fyrir þeim og tryggja það að sjálfsögð réttindi kvenna og annara hópa hér verði ekki tekin af okkur. Ingibjörg Sólrún, það hefur ýmislegt gengið á í alþjóðamálunum. Hvaða áhrif hefur þetta á jafnréttismálin? Já, þetta er allt saman samtengt. Jafnréttismálin er ekkit, þau eru hluti af svona þeirri almennu bylgju sem er í gangi í samfélaginu. Þegar við sjáum það núna að það er að koma til valda í mjög mörgum samfélögum, svona karlmenn sem eru mjög svona gerræðislegir í allir sinni aðferðafræði og hegðun og sem að telja það að fjármunir og stærð og afl eigi að ráða úrslitum þegar maður kemur að því að stjórna samfélögum, ekki umboð sem þeir fá í gegnum einhverja lýðræðislega prósessa, heldur sé það fjármunirnir og aflið og stærðin sem gefið þeim vald, þá hefur það áhrif auðvitað á jafnréttisbaráttunum vegna þess að konur hafi í gegnum söguna verið valdarlausar og þær eiga allt sitt undir því að lýðræði virki og að það virki þessi temprun valds sem hefur verið í gangi frá því eftir seinna stríð og nú sjáum við bara teiknum það að þetta er að breytast og það mun ekki hafa góð áhrif á konur og jafnrétti og jöfnuð. Getur þú komið dæmi hvað áhrif þetta getur haft? Það er nú kannski ekki gott að segja, við erum ekki alveg farin að sjá það en það er til dæmis eins og ofbeldið þegar að umræðan er allan svona ofbeldisfull og hvað maður að segja, líkamstjáningin líka orðin svona ofbeldisfull í pólitík, þá hefur það áhrif og það sem að höfðingjarnir hafa stað, hinni telja sér leyfistað, þannig að það mun ekki vera gott fyrir bara almennt ofbeldi í samfélaginu og það er auðvitað ekki gott til við sjáum það að við erum æðsta mann í Bandaríkjunum, forseta Bandaríkjana sem að fjölmargar konur hafa kært fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi og sem að opinberlega klípur konur og skellir í rassinn á þeim. Sko, þetta er ekki vanlegt til árangurs í jafnréttismálum. Nei, þannig að þú telur ljóst að það muni bara aukast þetta ójafnrétti núna þegar hann hefur tekið við? Ég held að sko, það er náttúrulega, hann er búin að hafa verið áður, þetta er ekki fyrsta sinn sem hann er kosinn og við höfum séð þetta verið að gerast núna, ég vil segja það síðustu 10 ár. Þá hefur við séð ákveðna breytingu ákveð bakslag. Og það er svo sem ekki bara í Bandaríkjunum en þeir eru náttúrulega svo leiðandi á alþjóðavísu þannig að þegar þetta gerist þar þá hefur það áhrif líka út í Evrópu og við sjáum líka koma til valda í Evrópu ýmsa einstaklinga sem er ekkit sko fjarri Trump í hegðun og skoðunum og atferli. Þannig að þetta hefur allt saman áhrif og þetta er allt saman samtengt. Og við höfum séð náttúrulega, ég höfði bara í mín líftíma, þá ég sé alveg gríðarlegan árangur og mjög jákvæðan árangur sem að hefur gagnast öllum. Ekki bara konum, heldur köllum líka. Það gefur okkur frelsi til að vera við sjálf en ekki rígbundin í einhver kynhlutverk, fyrirfram gefin kynhlutverk. Kallar líka. En sko ef að það verður bakslag, þá mun það hafa áhrif á okkur öll og það mun skapa okkur miklu minna svigrúm heldur en við höfum í dag og það finnst mér alveg skelfilegt hafandi séð allan þennan árangur á þessum 50 árum sem ég er búin að vera í kvennabaráttu. En við talum það, hvernig hefur baráttan breyst svona undanfarin ár? Já, hún hefur verið að fara harðnandi út af þessu bakslagi og við erum náttúrulega að fagna þessu stóra kvennaári í ár, 2025, það eru 50 ár síðan Sameinuðu þjóðirnar settu árið 1975 sem ákveði kvennaár og konur á Íslandi lögðu niður störf. Við erum að fagna 30 ára afmæli Pekingsáttmálans, 15 ára afmæli UN Women, 25 ár síðan aðildarríki Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið samþykkti ályktun konufrið og öryggi. Þannig að það eru margar svona vörður sem við erum að fagna en á sama tíma erum við að horfa á þetta bakslag og þetta er orðið allt öðruvísi því nú erum við með samfélagsmiðla og þú talar hvernig það er að breytast. Þannig að við erum að sjá aktivista gefast upp. Þetta er orðið rosalega erfitt því að þú ert aldrei laus við áreiti eins og gast kannski áður. Þetta náttúrulega þýðir það að fólk sem er í baráttu er að bogna og gefast upp og það gengur ekki. Verðið þið vör við það? Já, við erum að heyra það og verða vör við það og út allan heim. Hér á Íslandi út allan heim
og þetta eitthvað sem skiptir máli að horfa til og reyna að styðja þessa aðila og blása þeim einhvern byr í brjóst til þess að halda áfram baráttunni því við getum ekki stoppa núna. Mér langar aðeins sem það stökkvinn í þetta því ég var að segja ég kom með þessa 50 ára uppsöfnu reynslu og það hefur alltaf verið á svona mótbyr í þessari baráttu og við höfum oft fengið mikla ágjöf sem höfum staðið í þessu. En mér finnst þegar ég horfa á þetta hvernig þetta er núna og hvernig sósíalmiðlarnir eru og hvernig konur sem í baráttunni, hversu mikið mikla ágjöf fá, þá þetta bara dálítið mikið breyting. Hvernig snúum við þessari þróun við? Það hægt? Já, með samtakamætti. Við verðum að gera það, við verðum að koma saman og verðum að koma öll saman því að jafnrétti fyrir okkur öll. Þetta ekki bara fyrir konur og stúlkur, við erum að tala jafnrétti fyrir öll. Þetta ekki eins og við tölum einhver kaka og við tökum af réttindum annara. Við sjáum Íslands samfélag, það blómstrar vegna þess að hér ríkir jafnrétti. Hér ríkir velmegun, friður og hagsæld vegna jafnréttis. Og við verðum að horfa svolítið á það. Ég held þetta sem hún Stella að segja, sko, þetta fyrir okkur öll og þetta skapar hagsæld í samfélagum, jöfnuð og hagsæld. Og núna held ég að það sé það sama og alltaf hefur verið. Það í rauninni svona, hvað maður segir, grasrótar hreyfingin sem þarf að styrkjast og verða öflugri. Því að þannig gerist þetta. Ef almenningur styður við þetta, þá gerast hlutirnir gott og þá gerast hlutirnir. En eins og þessari herferð núna, gegnir Ísland mikilvæga hlutverki? Já, við erum að fara af stað með þessa nýju herferð sem kallast March Forward eða áfram gakk. Þannig að við erum að berjast á móti þessu bakslagi sem við erum að upplifa. Við ætlum ekki að fara lengur aftur á bak, við ætlum að halda áfram. Og við erum að hvetja fólk til að taka þátt og Íslenska landsnefndin að leiða þessa herferð á heimsvísu fyrir allar okkar landsnefndir sem 13 talsins og UN Women höfuðstöðvar. Þannig að þetta ekkert lítið verkefni fyrir litla skrifstofu en við höfum bara tröll að trúa því sem við erum að gera og þeim boðskap sem við erum að flytja. Það horft til Íslands, við erum fyrirmynd, við stöndum fremst, því fylgir ákveðin ábyrgð og við skorumst ekki undan þeirra ábyrgð frekar en aðrir og ætlum að koma okkur saman því að samtakamátturinn getur gert svo mikið, samstaðan og við þurfum á henni að halda í svo mörgu núna og þar mannréttindi og jafnréttismál algjörlega undir því að við höfum þau ekki í samfélaginu þá allt farið. Eins og segir, þá erum við fremst, en kannski okkar helsta áskorun þá að samfæra fólk að hér sé ennþá vandi til staðar þegar kemur að þessu málum. Að hér sé ennþá vandi, það fullu jafnrétti ekki náð. Nei, því ekki náð. Við sjáum það alveg bara þurfum ekki að horfa á tölur ofbeldi gegn konum. Þær tölur eru allt og háar og við hefum náð allt og litlum árangri á því sviði. Við getum líka hort á fjármálakerfi hérna. Konur eru mjög lítið hluti af þeim sem fara fyrir fé í landinu. Þannig það eru margt sem við getum skoðað sem vísbendingu að við höfum ekki náð ennþá þeim árangri sem við ættum að geta náð. En við skulum samt sem áður meta það sem vel hefur tekist og notfæra okkur það. En svo fyrir almenning, hvað getum við gert til þess að halda áfram í þessari baráttu? Já, það margt. Að taka til dæmis þátt í þessari herferð með okkur. Það allar upplýsingar inn á heimasíðan okkur, fylgjast með samfélagsmiðlum. Við erum með rosalega stóran viðburð núna á laugardaginn í Sjálfstæðissalnum í tilefni alþjóðlegs baráttudags kvenna 8. mars og hvetjum öll til að mæta og við erum með svona ákall á heimsvísu til stjórnvalda og hvetjum fólk til að skrifa undir það og svo það að taka með okkur í ákveðnum gjörningi til þess að sýna og láta það flæða alla samfélagsmiðla út allan heim. Þannig að við sýnum að Íslandi ekki sama hvað gerist annars staðar. Við viljum styðja að allir njóti jafnréttis og hvetjum því alla til að taka þátt með okkur í þessu. En okkar aðeins upp á þetta, við höfum þetta sýnt að konur hér í Íslandi að með samstakamættinum þá getum við breytt mjög miklu. Kvennafrídagurinn 75 auðvitað lifandi vitnisburður það sem þekktur út allan heim og þetta auðvitað á að verða okkur hvatning til þess að endurtaka þetta og sýna samstöðu og koma saman og sýna kraftin sem býr í þessum fjölda. Og það ákall til stjórnvalda. Hvað geta stjórnvöld gert, Ingibjörg?
í jafnréttismálum. Þau geta til dæmis, og það mikilvægast núna held ég í jafnréttismálum, það að standa vörð það ávinninga sem við höfum fengið. Það er kannski ekki akkurat tímati núna til þess að sækja fram með einhverja miklar breyttar réttarbætur, en það að halda og standa vörð það sem við höfum náð, og það mikilvægt og stjórnvöld sýni það á sanni og gangi fram með góðu fordæmi og passi upp á það sem við höfum í dag. Við setjum punktu við þetta hér. Takk hérlega fyrir að koma í Kastljós, Ingibjörg Sólrún og Stella. Það basl að vera manneskja og umtalsvert basl að vera unglingur. Það veit tónlistakonan Una Torfa mæta vel og gerir því vönduð skil í tónlist sinni. Efnivið sem Unnur Ösp Stefánsdóttir tók við, mótaði og bætti við, svo úrvalssöngleikurinn Stormur. Það er bara magnað hvað hún á mörg stórkostleg og mjög vinsæl lög og svona lét mér detta í hug sögu í kringum það sem hún var að fjalla sem það sem við tengjum öll við vonandi ástin í sinni stærstu mynd og ástarsorgin og höfnunin og óttin við að elska og elska sjálfa sig og þá dettur mér í hug þessi ástarsaga að verða ástfangin af bestu vinkonu sinni sem þessi aðalpersóna Elisabeth, tónlistakona sem að gefa út sína fyrstu plötu. Og svo þegar sagan fór svona að þróast og við fórum að spjalla saman, þá kom hún bara með fleiri lög sem hún samdi bara hreinlega alveg beint og grúndýtt í kringum söguna þegar persónunum fór að fjölga og svoleiðis. Og svo kastaði ég frábæran hóp ungra leikara og fullt af bara stjörnum á sviði Þjóðleikhússins í fyrsta skipti. Hann tók allt mitt glóandi gull. Með eitt aðalhlutverkanna fyrir leikarin og hljóðfæraleikarin Jakob van Osterhout. Já, ég leik hann Tomma sem partur af þessum vinahópi sem útskrifast úr menntaskóla. Þau koma nokkur úr mismunandi skólum. Hann Tommi útskrifast úr MR og 19 ára pjakkur sem með svona skáldadrauma. Hann skrifar en sýnir engum ljóðin sín. Enginn veit hvernig morgundagurinn fer. Það er sjaldan sem að tónlist glædda lífi á þennan hátt. Það er að segja að hún leikið til grundvallar leiksýningu með lifandi flokknum persónum. Hvernig hefur það reynilega verið fyrir þig að tónlistin að fá þá vídd? Eiginlega bara ótrúlega gefandi og draumkennt og eitthvað sem að mig hefur raunverulega dreymt lengi. Ég svo mikil leikhúskona og elska leikhúsið og elska söngleiki og mér finnst þetta form vera svo öflugt þegar vel gert. Og af því að maður næri einhvern veginn með músík nær maður að opna hjörtu áhorfenda og ef það búið að tvinna músík saman við sterka sögu að þá getur maður búið til eitthvað raunverulega eftirminnilegt sem situr eftir. Ég bara gæti ekki verið ánægðari að hann fengi að gera þetta með Unni af því að hún náttúrulega líka snillingur í tilfinningum. Jesús. Við erum svo ekki töff sko. Nei. Við erum bara eitthvað alltaf í tilfinningasemi. Og þarna færð þú svolítið að ná kröftum þínum og hæfileikum kannski mikla viðspyrnu er það ekki? Því þú ert líka hljóðfæraleikari og leikari. Jú. Og færð útrás fyrir þetta allt saman í þessu verki. Já, það má segja það. Ég trompetleikari og fæ að spila þess á trompet í verkinu. Hann Tommi skrifaður trompetleikari í hljómsveitin hennar Elisabethar. Þannig að ég fæ aðeins að snerta því líka. Pínlítið að flexa. Já, svolítið. Verður maður ekki að gera það? Og svo erum við með reynslubolta eins og Lee Proud sem að búið til með mér Hafsteinn Þráinsson, maðurinn hennar Unu sem bara stórkostlegur tónlistarstjóri sýningarinnar. Ilmur Stefánsdóttir, María Ólafsdóttir, Ásta ljósahönnuðurinn okkar. Þetta svona blöndun á kynslóðum og það hefur verið bara mjög svona, dreifð fram unglingin í mér og kettlingun og kallana í þeim og við höfum svona mæst eitthvað stöður á miðri leið og fengið held í öll alveg bara svona rosalega miklu svona kærleiksbombu út úr samstarfinu.